Góðan dag, kæru sveitarstjórnarfulltrúar og áheyrendur og velkomin á fund sveitarstjórnar Borgarbyggðar nr. 239 og ég segi fund hér með settan. Til fundarins eru mættir í fjarveru Davíðs Sigurðssonar, Þórður Brynjarsson, í fjarveru Evu Margrétar Jónadóttur, Sigríður Dóra Sigurgeirsdóttir, í fjarveru Eðvarðs Ólafs Traustasonar, Veronika Sjadowska, í fjarveru Thelmu Döggar Harðardóttir, Brynja Þorsteinsdóttir, í fjarveru Sigurðar Guðmundssonar, Kristján Magnússon, Bjarni Bjarnadóttir, Sigrún Ólafsdóttir, Ragnhildur Eva Jónsdóttir og starfsmenn fundarins Stefán Broddi Guðjónsson. Mér langar sérstaklega til þess að vekja athygli á því að það er ákveðin tímamótafundir hér í sveitarfélaginu því að við erum í fyrsta skipti með fulltrúa inn á sveitarstjórnarfundi að erlendum uppruna og það er hún Veronika Sjadowska og mér langar sérstaklega að bjóða hana velkomna. Og það er þannig að íbúar á erlendum uppruna hér í sveitarfélaginu eru mjög margir. Ég get nú ekki fullyrt það en ég held að það séu að verða tæplega 20% íbúa hér í sveitarfélaginu sem er erlendum uppruna og þetta er gríðarlega mikilvægur hópur hér í samfélaginu og skiptir okkur miklu máli og það er bara sérstaklega ánægilegt að fá Veronika inn á þennan fund sveitarstjórnar og velkomin sérstaklega Veronika. Fundurinn í dag er í tveimur dagskrárliðum og fyrsti dagskrárliðurinn ber heiti breyting á skipuriti Borgarbyggðar, apríl 2023 með málsnúmerið 2304-088. Og þetta er afgreiðsla frá fundi byggðarráðs Borgarbyggðar nr. 631 og bókunin er svohljóðandi: tillaga breytingar á skipuriti Borgarbyggðar lögð fyrir byggðarráð. Tillagan hefur verið unnin af byggðarráði í samstarfi við sveitarstjóra og sviðsstjóra. Breytingunni er ætlað að auka skilvirkni, flæði og samstarf sviða. Breytingin felur ekki í sér breytingu á fjölda starfa og litla breytingu á verkefni starfsfólki í ráðhúsinu eða annars staðar hjá sveitarfélaginu. Tillagan felur ekki í sér aukin rekstrarkostnað hjá Borgarbyggð. Tillaga að breyttu skipuriti kemur í eðlilegu framhaldi af breytingu sem ráðist var í sumarið 2022. Með þeim breytingum tókst að styrkja skipulags- og byggingamál hjá sveitarfélaginu. Tillagan snýr að því að efla stjórnsýslu þvert á svið sveitarfélagsins og skilgreina málaflokka í samræmi við þróun verkefna. Í tillögunni felst einnig að verksvið sveitarstjóra er betur afmarkað. Breytingarnar eru eftirfarandi. Stjórnsýsla og fjármál verða sameinuð í fjármála- og stjórnsýslusvið sem starfar þvert á önnur svið. Þjónustuver, samskipta- og markaðsmál, mannauðs- og gæðamál, skjalavarsla og tölvuumsjón færist undir stjórnsýsluhluta sviðsins en höfðu áður heyrt beint undir sveitarstjóra. Lögfræðiráðgjöf þvert á starfsemi sveitarfélagsins verður gert hærra undir höfði. Sviðsstjóri fjármálasviðs Eiríkur Ólafsson verður deildarstjóri fjármála Borgarbyggðar og sviðsstjóri stjórnsýslu og fjármálasviðs verður Lilja Björg Ágústsdóttir. Skipulags- og umhverfismál heyrast undir sérstakt svið og undir það falla skipulags- og byggingadeild og umhverfis- og landbúnaðardeild. Nú þegar hefur verið auglýst eftir deildarstjóra umhverfis- og landbúnaðardeildar. Framundan er að auglýsa eftir sviðsstjóra skipulags- og umhverfissviðs. Fjölskyldusvið skiptist í félags- og velferðarþjónustu og skóla- og menntun. Þá tilheyrir frístundastarfsemi á sviðinu en þar undir heyrir rekstur íþróttamannvirkja og tómstundastarfsemi. Málefni flóttamanna nú skilgreindur sérstaklega sem málaflokkur undir félags- og velferðarþjónustu. Inga Vigdís Bjarnadóttir, deildarstjóri félagsþjónustu, á leið í ársleyfi frá störfum og verður ráðið tímabundið í hennar starf. Sviðsstjóri fjölskyldusviðs Hlöðver Ingi Gunnarsson. Jafnframt lögð fyrir byggðarráð tillaga að atvinnumarkaðs- og menningarmálin Borgarbyggðar verði lögð niður og verkefni nefndarinnar fær beint undir byggðarráð. Þar á meðal málefni safnahús og félagsheimila. Nefndin var sett á fót síðla árs 2019 til reynslu. Með því að leggja niður nefndina færst næst fram fjárhagslegur sparnaður. Samtímis lögð meiri ábyrgð á herðar sérfræðinga sveitarfélagsins og sveitarstjóra með fulltingi byggðarráðs í þeim málaflokkum sem heyra undir nefndina. Verkefni sem heyra undir málaflokkin verður því áfram gert hátt undir höfði.
Verði tillagan samþykkt verða fastanefndir sveitarfélagsins 4, umhverfis- og landbúnaðarnefnd og skipulags- og byggingarnefnd sem veita skipulags- og umhverfissviði leiðsögn í sínum málaflokkum og fræðslunefnd og velferðarnefnd sem veita fjölskyldusviði leiðsögn. Lagt verður til að tillögunum verði vísað til fyrri umræðu í sveitarstjórn. Í tillögunum felast breytingar á samþykktum borgarbyggðar en slíka breytingar þarfnast umræðu og staðfestingu á 2 fundum sveitarstjórnar. Og ég gef orðið laust undir þessum dagskrárlið. Og það enginn sem kveður sér hljóðs og það liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn samþykkir að vísa tillögum breytingu á skipuriti borgarbyggðar til seinni umræðu í sveitarstjórn ásamt samsvarandi breytingu á samþykktum og felur sveitarstjóra að fullvinna. Og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja framkomna bókun að gefa merki. Og það samþykkt samhljóða. Og þá erum við komin að dagskrárlið 2 sem ber heiti ársreikningur borgarbyggðar 2022 með málsnúmeri 2303-271 og ég ætla að gefa fulltrúa KPMG Halldóru Pálsdóttir orðið og hún ætlar að fara yfir reikningin með okkur. Gjörðu svo vel, Halldóra. Þú búin að tanga? Ekki. Svona. Já, forseti sveitarstjórn og aðra gestir komin með ársreikninginn til fyrri umræðu og ætla að fara yfir hann og svona hvað svona helstu atriði í honum. Við erum svona mestu búin að ljúka okkar vinnu en við samhliða fyrir seinni umræðu munum við klára allt það sem eftir og Sigurjón Örn Arnarsson hann partneri í þessu verkefni en hann bara á Hornafirði þannig að hann komst ekki til að vera með okkur í dag. Þannig að ég ætla að reyna að fara yfir þetta en ég hef ásamt honum verið að stýra þessu verkefni og við erum með aðstofafólk með okkur sem hefur unnið þetta með okkur. Og við höfum átt í miklu og góðu samstarfi við Eirík og Kristínu Lilju aðalega en auk annarra starfsmanna á fjármálasviðinu. En svona áður en ég byrja á yfirferðinni vil ég vekja sérstaka athygli á reglugerðarbreytingu nr. 230/2021 sem varðar hlutdeild samstarfsverkefna með ótakmarkaðri ábyrgð sveitarfélaga sem ber að færa hlutdeild í einstökum liðum rekstrar og efnahags þeirra. Og í tilfelli borgarbyggðar núna færð inn í B-hluta ársreikningsins hlutdeild sveitarfélagsins í rekstri og efnahag Faxaflóahafna í samræmi við eignarhlut sveitarfélagsins í því félagi. Og þessu samhliða þá breyttum við samanburðartölum árið 2021 og hlutdeild sveitarfélagsins í rekstri 2021 sem sagt bætta við. En þá skulum við bara byrja að fara yfir ársreikninginn. Bara svona fyrsta skýrsla á áritun sveitarstjórnar. Þar koma fram helstu niðurstöður ársreikningsins, auk álagningar, hlutfalla og svona samdráttur í rauninni bara samantekt á niðurstöðum ársreikningsins. Og byggðarráð fór yfir ársreikninginn 19. apríl og vísa honum til seinni umræðu í sveitarstjórn. Síðan mun við seinni umræðu að þá mun hér koma 2 blaðsíðna áritun frá endurskoðanda og við gerum ráð fyrir eins og staðan í dag nema bara eitthvað breytist milli umræðna að áritunin verði fyrirvaralaus. Síðan sjáu þetta ekki ágætlega. Svona. Já, þá bara byrjum við byrjum að fara yfir A-hlutann. Útsvars- og fasteignaskattur 3,1 milljarður sem 189 milljónir króna hærri en áætlun gerði ráð fyrir og hækka 296 milljónir á milli ára.
Framlög jöfnunarsjóðs eru 1,4 milljarður og eru hærri en var gert ráð fyrir í áætlun og 220 milljónir króna hærri en á fyrra ári. Aðrar tekjur eru 740 milljónir, hækka tæp 63% milli ára og eru 215 milljónir króna hærri en áætlun gerir ráð fyrir. Helstu hækkanir hækkunin í öðrum tekjum vegna móttöku flóttafólks, en þar voru tekjur upp á 187 milljónir á árinu. Og rekstrartekjur A-hluta eru því 5,2 milljarðar og hækka 803 milljónir á milli ára 18%. Laun og launatengd gjöld eru 2,9 milljarðar og eru 63 milljónir króna hærri en áætlun gerði ráð fyrir og hækkun á milli ára eru 10% 262 milljónir. Hækkun lífeyrisskuldbindingar eru 111 milljónir og eru 22 milljónir króna hærri heldur en áætlun gerði ráð fyrir. En þetta svona liður sem getur verið erfitt að áætla fyrir, bara sökum breytinga, bara til dæmis við andlát getur haft miklar breytingar, mikil áhrif. Rekstrarkostnaður, hann var 1,6 milljarður, hækkar 264 milli ára og eru 132 milljónir króna hærri heldur en áætlun gerði ráð fyrir. Og þarna líka stærsti hlutin ástæðan fyrir hækkunum vegna móttöku flóttafólks. Og rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir eru 561 milljón, afskriftir á rekstrarfjármunum eru 149 milljónir og rekstrarniðurstaða fyrir án fjármuna tekna og fjármagnsgjalda 412 milljónir. Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld eru neikvæð upp á 108 milljónir, 91 milljón króna lægra heldur en áætlun gerði ráð fyrir. Og það ástæða hækkunar milli ára náttúrulega bara aukin verðbólga, en auk þess var líka gert í upphafi ráð fyrir meiri lántöku heldur en svo áætlun með viðaukum endaði með, en mögulega var ekki kannski tekið alveg tillit til þess í fjármagnsgjöldunum. Og rekstrarniðurstaðan því jákvæð upp á 305 milljónir sem 412 milljónum króna betri heldur en áætlunin gerði ráð fyrir og í fyrra var taprekstur. Og þetta aðallega hærri tekjur og lægri fjármagnskostnaður sem að valda því sem verður til þess að niðurstaðan betri heldur en áætlun gerði ráð fyrir. Mig langar að vekja athygli ykkar á og þetta í öllum bæði rekstri, efnahag og sjóðstreymi, að þá erum við að vísa þarna í skýringarnar þar sem að áhrifin af hlutdeild ykkar í Faxaflóahöfnum, þar sem við erum að leiða það út frá fyrri árstölum. Þannig að síðan þá ef við förum yfir á B-hlutann, samstæðuna bara í heild, þá vor útsvar og fasteignaskattur 3,1 milljarður, hækkar 292 milljónir frá fyrra ári eða 186 milljónir hærri en áætlun gerði ráð fyrir. Framlög jöfnunarsjóðs 1,4 milljarður og 140 milljónir króna hærri en áætlun gerði ráð fyrir og þau hafa hækkað 220 milljónir frá fyrra ári. Aðrar tekjur eru 1,6 milljarður og þar hækkunin aðallega í móttöku flóttafólks, en auk þess sem má sjá að sorpbirgðagjöld hafa hækkuð töluvert á milli ára, auk þess sem tekjur Faxaflóahafna hækkuðu verulega á milli ára og þar það aðallega söluhagnaður vegna sölu hafnarhússins. Rekstrartekjur sveitarfélagsins eru því 6,1 milljarður og hækka 973 milljónir á milli ára eða 19%. Laun og launatengd gjöld eru nánast á pari við áætlun 3,2 milljarðar og hækkun frá fyrra ári 10% og kannski bara vekja athygli á því að laun og launatengd gjöld menntaskólans eru 223 milljónir sem inni í þessari tölu og Faxaflóahafnir eru 60 milljónir. Rekstrarkostnaður 1,9 milljarður sem óveruleg kannski hækkun frá áætlun og hækkun 302 milljónir frá fyrra ári. En það eins og ég sagði áðan, þá þetta náttúrulega móttaka flóttafólk sem hefur töluverð áhrif. Og rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir eru 824 milljónir, afskriftir á rekstrarfjármunum 233 milljónir og rekstrarniðurstaða fyrir fjármunatekjur og fjármagnsgjöld 591 milljón og neikvæð fjármagnsgjöldin 224
225 milljónir, hlutdeild minnihluta í afkomu eru 2,3 milljónir og rekstrarniðurstaða því jákvæð upp á 368 milljónir. Já, og áhrif sem sagt rekstrarafkomu Faxaflóahafna á niðurstöðuna er 139,6 milljónir en síðan kemur til frádráttar arður upp á 31,7 milljónir, þannig að netto áhrifin eru 107 milljónir á rekstur sveitarfélagsins. Þá skulum við bara fara hérna yfir í efnahagsreikninginn og þar ætla ég bara að horfa á A og B hlutan. Og þið sjáu hérna, það stjörnumerkt hérna að 2021 er sem sagt endurgert þar sem við breyttum samanburðartölum og setjum inn í hérna stöðu hlutdeild ykkar í Faxaflóahöfnu. Og varanlegir rekstrarfjármunir voru 8,2 milljarðar fyrirgefiði, hækka 508 milljónir og þar af fjárfestingar rekstrarfjármunum 530 milljónir, innheimt gatnagerðargjöld 17 milljónir og söluverð seldra rekstrarfjármuna voru 150 milljónir og afskriftir 233 milljónir. Síðan þetta langtímakröfur, þær hækka eins og milli ára. Þetta sem sagt langtímakrafa krafa á ríkissjóð vegna fasteignarinnar í Brákarhlíð og hún hækkar á milli ára bara vegna aukinnar verðbólgu. Veltufjármunir, þar eru óinnheimtar tekjur, þar eru 804 milljónir í árslok og þar er búið að taka tillit til tapsáhættu vegna óinnheimtra tekna og hafa þar verið færðar niður samtals 135 milljónir. Og þið sjáu nánari sundurgreiningu á því í skýringu 13. Helsta ástæðan þarna fyrir hækkunum milli ára er að það var útistandandi krafa upp á 187 milljónir minni mig út af á ríkið út af móttöku flóttamanna sem hefur núna verið greitt. Eignarhlutir í félögum, þar er óveruleg breyting á milli ára en ég vil þó vekja athygli á því að inn í A-hlutanum að þar sjáu þið að þetta er 1 milljarður en í samstæðinu að þá eru sem sagt eignarhlutur þetta er menntaskólinn, þetta er nemendagarður menntaskólans Faxaflóahafnir sem við tökum út hérna úr samstæðinni. Aðrar skammtímakröfur þær hækka aðeins á milli ára en þetta er aðalega endurkröfu virðisaukaskattur sem var óinnheimtur áramót og eins krafa út af fasteign sem var skilað á árinu og var ekki búið að innheimta það sem var búið að leggja í þá fasteign. Þannig að handbært fé í árslok er 686 milljónir og hækkar 159 milljónir á árinu en hlutur menntaskólans er 119 milljónir, hlutur Faxaflóahafnar er 152 milljónir og reiðhöllin og nemendagarðarnir samtals með 2,6 milljónir. Þannig að það er í rauninni 274 milljónir sem að sveitarfélagið hefur ráðstöfunarrétt yfir. Og heildareignir sveitarfélagsins því 11,5 milljarður. Og hækkar þarna tæpan milljarð á milli ára. Þá förum við hérna í skuldahliðina. Eigið var 5,6 milljarðar, lífeyrisskuldbinding, langtímahluti lífeyrisskuldbindingar er 1,3 milljarður og hækkar þarna á milli ára 65 milljónir og lántakan, þar voru 300 milljónir króna lántaka og áborganar á langtímalánum 347 milljónir og er langtímahluti langtímalánuna 3,4 milljarðar. Og síðan er þarna fyrir neðan bara skammtímaskuldir og næsta árs áborganir langtímaskuldum og ekkert svo sem þarf sérstaklega að fara yfir og því eigið fé og skuldir samtals 11,5 milljarður. Og þá ætla ég að fara yfir sjóðstreymið sem er svona, má eiginlega segja, sé kannski svolítið svona hjartað í rekstrinum. Hann segir okkur hvað við getum hérna að sjá, get ég ekki, þið þarf aðeins að minnka þetta held ég. Sjáu þetta svona. Við byrjum bara á að fara yfir A-hlutann og þá sjáum við að reksturinn er að skila hérna veltufé frá rekstri upp á 749 milljónir þegar við erum búin að taka tillit til reiknuðu stærðana og sem en áætlun gerir ráð fyrir 295 milljónum
og töluverð hækkun frá fyrra ári. Þegar við síðan tökum tillit til breyting á rekstrartengdum eignum og skuldum að þá handbært fé frá rekstri 481 milljón. Áætlun gerir ráð fyrir 257 milljónum og fyrra ár 374 milljónir. Þannig að það töluverð hækkun frá fyrra ári. Og þetta sem sagt það fjármagn í rauninni sem að þið geti notað til að fjárfesta og greiða upp skuldir. Fjárfestingarhreyfingarnar, þær eru 262 milljónir á árinu, þar af fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum 349 milljónir en það sem 174 milljónir krónum minna heldur en áætlun með viðaukum gerir ráð fyrir. Fjármögnunarhreyfingarnar eru 97 milljónir og þar af lántaka upp á 300 milljónir og afborganir af lánum eru 286 milljónir. Kannski bara vekja athygli á því að í áætlun var gert ráð fyrir 200 milljónir krónum lántöku í A-hlutanum og 300 milljónum, og svo 100 milljónum í B-hlutanum en lántakan öll í gegnum eignasjóð. Og að teknu tilliti til fjárfestingarhreyfinga og fjármögnunarhreyfinga þá hækkun á handbæru fé upp á 123 milljónir og handbært fé í árslok í A-hlutanum eru því 412 milljónir. Og síðan það þá samstæðan. Þar veltufé frá rekstri, það 846 milljónir með teknu tilliti til reiknarliðana og samanburði við áætlun gerði ráð fyrir 433 milljónum og í fyrra voru þetta hækkun upp á 250 milljónir. Og handbært fé frá rekstri þegar við erum búin að taka tillit til rekstrartengda eigna og skulda eru 549 milljónir samanborið að áætlun gerði ráð fyrir 395 milljónum. Fjárfestingarnar í samstæðunni eru 344 milljónir, þar af fjárfestingin 529 milljónir sem 124 milljónir króna minna heldur en áætlun gerir ráð fyrir. Söluverð rekstrarfjármuna voru 115 milljónir og þar af sala hafnarhúsi í Faxaflóahöfnum 46 milljónir. Og lántakan þar eru fjármögnunarhreyfingarnar 46 milljónir neikvæðar og það lántaka upp á 300 milljónir og afborganir af langtímalánum 347 milljónir. Þannig að hækkun á handbæru fé eru 159 milljónir og handbært fé í árslok 690 milljónir. Og eins og ég sagði áðan, af þessum 690 milljónum að þá þetta 274 milljónir sem eru vegna Menntaskólans, Reiðhallar, Nemendagarða og Faxaflóahafna. Síðan bara á næstu blaðsíðum sem ég ætla kannski ekkert að fara sérstaklega yfir eru skýringarnar en ég vil þó vekja athygli á nokkrum skýringum og það kannski fyrst 3P þar sem farið yfir breytingar á reikningsskilaaðferðinni vegna þessar reglugerðarbreytingar sem ég var að tala við ykkur áðan. Í skýringum 10, við getum kannski bara sett hana upp hérna. Þar sem sagt, að þar sjáu þið sem sagt, þar getið þið séð áhrifin af samstarfsverkefninu sem breyting frá fyrri árum og síðan líka sem sagt í samanburðarskýringum skýringu 23 að þar leiðum við út breytinguna sem sagt á fyrra ár í skýringu 8B að þar sundurliðun á fjárfestingum ársins og síðan í skýringu 7 að þar leiddir út sem sagt málaflokkarnir og sem sagt í samanburði við áætlun og fyrra ár. Þannig að ég ætla ekkert að fara svona eitt nánar ofan í þetta en ef þeir eru með einhverjar spurningar þá mun ég svara þeim reyna að svara þeim á eftir og með þá aðstoð Eiríks og Kristínu Lilju. Þá ætla ég bara að fara yfir í endurskoðunarskýrsluna. Eða viljið þið taka umræðu ársreikninginn fyrst eða bara klára? Já. Þá erum við komið með drög að endurskoðunarskýrslunni og við munum gefa hana út samhliða áritun endurskoðenda þegar öllum málum lokið. Hérna bara efnisyfirlit og svo hér svona þessi inngangur í skýrsluna.
þar sem hún, já, bara sem til ykkar sveitarstjórnar, hún inniheldur niðurstöður endurskoðunar okkar ársreikningi sveitarfélagsins 2022. Og við endurskoðun höfum við það markmið að veita óháð álit á ársreikningnum og staðfesta skýrsla stjórnar eða sveitarstjórnar uppfylli kröfur laga. Og endurskoðun unnin í samræmi við alþjóðlega staðla endurskoðun og við og sveitarstjóri eru ábyrg fyrir gerð og glöggri framsetningu ársreikningsins í samræmi við lög ársreikninga og sveitarstjórnarlög og þeir eru ábyrg fyrir því að veita endurskoðanda aðgang að öllum upplýsingum sem skipta máli við gerð ársreikningsins sem og öllum viðbútar upplýsingum sem við óskum eftir og óheftan aðgang að. Og það samstarfi bara eins og undanfarin ár hefur verið mjög gott. Og síðan vil ég bara já, og eins og staðan núna, nema bara eitthvað gerist á milli umræðana, reiknað með fyrirvaralausri áritun og svo þarna bara svona sem við viljum vekja athygli ykkar á mikilvægum atriðum varðandi skýrsluna með tilgang, takmarkanir og slíkt. Hér eru svo helstu niðurstöður endurskoðunarinnar. Við setjum okkur mikilvægismörk þegar við erum fara í gerð ársreiknings. Það aldrei hægt að gera hann alveg fullkomlega réttan. En þannig að mikilvægismörkin vegna við horfum á þetta út frá tekjum sveitarfélagsins og mikilvægismörkin okkar eru 146 milljónir og við greinum frá öllum skekkjum sem væri yfir 7,3 milljónum. Þannig að þetta eru svona þau mörk sem við segjum ef þetta innan þessara marka að þá ársreikningurinn ekki að fara að sýna, það ekki skekkja í ársreikningunum. Allt innan þessara marka bara svona, já, eðlilegur mismunir sem getur kallað svo. Og það eru voru engir mismunir yfir þessum 7,3 milljónum. Síðan það bara áherslur í endurskoðunina, það á innra eftirlit og sniðgöngu stjórnenda á eftirliti. Það stjórnsýsluskoðun og síðan önnur atriði. Eins og ég var að segja áðan með mismuni að við allir mismunir eða skekki sem koma fram við endurskoðunina safnað saman og lagt mat á uppsöfnuð áhrif undir lok endurskoðunarinnar en það komi engin mismunir fram þannig að það engin mismunarlisti. Síðan það sem bara ófrágengið núna sem að vera gengið frá samhliða seinni umræðu, það staðfestingarbréf stjórnenda. Það afgreiðsla á áritun sveitarstjórnar, undirritun áritun endurskoðanda og svo þá gefum við út loka eintaka þessari skýrslu. Umfang endurskoðunar, hún nær yfir samantekið reikningsskil A og B hluta, en undir hann falla sveitarsjóður, stofnanir og fyrirtæki, þess samanber 61. grein sveitarstjórnarlaga. Og það á næstu blaðsíðu svona yfirlit yfir umfangið. Stjórnsýsluskoðun, það skoðun sem framkvæmd árlega og þar koma ekki fram neinir verulegur veikleikar og við höfum afhent stjórnendum sérstaka skýrslu þar sem komið á framfæri ýmsum ábendingum í kjölfar skoðunarinnar. Við skoðun á innra eftirliti að þá bara viljum við vekja athygli á því að bara vegna smæðar á skrifstofu aðgreining starfa ekki fullnægjandi í öllum tilvikum. En stjórnendur meðvitaðir þennan veikleika og við framkvæmum alltaf sérstakar skoðanir vegna þessa og við skoðun okkar á innra eftirliti þá komu ekki fram neinir veikleikar eða neitt sem að Og svo varðandi bara aðra veikleika sem við höfum orðið vör við í innra eftirliti og teljast ekki verulegir höfum við bara verið upplýst stjórnendurum og verið í samtali við þá það. Hér má sjá umfang endurskoðunarinnar að við umfangið horft til tekna hverjar einingar sem fellur undir samstæðuna og hlutfallsleg skipting sést. Þannig að við erum með í rauninni 90,2% af heildinni og síðan eru þessar 4 stofnanir sem við erum reyndar með reiðhöllina sjáum uppgjör því en það ekki endurskoðað. Síðan það svona við förum bara yfir þessa verulega áhættu sem að við þurfum samkvæmt endurskoðunarstöðlum þá ber okkur að skoða sérstaklega mögulega sniðgöngu á stjórnenda á eftirliti. Því að stjórnendur í fyrirtækjum bara almennt bara í þeirri aðstöðu að þeir geta átt við fjárhagsfærslur, sett fram röng reikningsskil með því að sniðganga ákveðnar eftirlitsaðgerðir
sem annars virðast vera skilvirkar og þannig þannig að það geta haft áhrif á reikningsskilin og við framkvæmum þarna, og ég svo sem ætla kannski ekki alveg að lesa þér alveg í dítil þessar aðgerðir, en við framkvæmum sérstakar aðgerðir við vinnun okkar og það eru engar vísbendingar sem að koma fram sniðgöngu stjórnenda. Þá það innra eftirlit og fjárhagskerfi. Og það alltaf innra eftirlit og virkni þess veigamikill þáttur í að tryggja áreiðanleika fjárhagsupplýsinga og örugga meðferð og vörslu fjármuna svo ekki hljótist af að tjóna villum, mistökum eða misnotkun. Og stjórnendur, eins og ég sagði áðan, eru í aðstöðu til þess að geta átt við fjárhagsvörslur og með því sett fram röng reikningsskil. En við erum með aðgerðir þar sem við bregðumst við þessari áhættu. Og það eru, eins og ég sagði áðan, ekkert aðrir veikleikar sem komið fram nema bara vegna fámennis á skrifstofu, þar sem ekki hægt að koma við fullnægjandi aðgreiningu og þetta bara mjög algengt í fyrirtækjum, en það og síðan höfum við bara með aðrar smærri ábendingar höfum við komið því á framfæri við stjórnendur og síðan þessum ábendingum fylgjum við eftir við endurskoðun næsta árs, eða þess árs, þegar við förum í það á næsta ári. Stjórnsýsluskoðun, það gilda lagareglur form ákvarðana og álagningu skatta og þjónustugjalda og allskyns ákvarðana útgjöld sveitarfélaga og séu ekki teknar ákvarðanir í samræmi við lög eða kann að leika vafi á að heimildum til álagninga skatta og gjalda og ráðstöfun fjármuna sé ekki rétt. Og þetta, eins og ég sagði áðan, framkvæmt árlega og það gefin út sérstök skýrsla sem komið til sveitarstjóra í sérstakri skýrslu. En það engin verulegar ábendingar þar, þannig að sem þurfa að koma fram hér í endurskoðunarskýrslu. Síðan á næstu síðum eru í rauninni, og ég ætla kannski ekki endilega að fara djúpt þarna onni, kannski bara svona aðeins að fara hratt yfir þetta, en þetta svona sem sagt bara yfir áherslur okkar á þeim liðum í ársreikningi sem að við förum yfir við endurskoðunina. Kannski bara rekstrartekjurnar, að þar skatttekjurnar, bæði við skatttekjur og jöfnunarsjóð, þá köllum við eftir ytri gögnum til staðfestingar á þeim tekjufæslum. Og síðan gerum við alls konar greiningar aðgerðir, staðfestingar á undirliggjandi gögnum og yfirferð stjórnenda meðal annars á niðurfærslu tekna, niðurfærslu ógreiddra eða óinnheimtra tekna og það eru engar athugasemdir við það. Laun og launatengd gjöld eru þarna 3,2 milljarður eða 53% af heildartekjum og við framkvæmum greiningaraðgerðir og yfirferð og prófanir á eftirlitsaðgerðum tengdum launaferlinu, auk staðfestinga á samkvæmni gjaldfærslu í fjárhagsbókhaldinu útreikningu launakerfisins og það án athugasemda. Varanlegir rekstrarfjármunir, kannski bara aðeins, varanlegir rekstrarfjármunir, aðrir en lóðir og lendur eru færðir í efnahagsreikningi á kostnaðarverði frádregnum afskriftum, en lóðir og lendur sveitarfélagsins sem að sveitarfélagi hefur leigutekjur af eru færðar á gangvirði eða núvirði framtíðar leigutekna samkvæmt fyrirliggjandi leigusamningunum sé það lægra. Þær eru endurmetnar með reglubundnum hætti og endurmetið á hverju ári og ef endurmatið umfram 5% umfram bókvært verð að þá færð hækkun á það. Og þarna var niðurstöður okkar án athugasemda. Og með stofnframlög, eignarhluti félögum og samrekstrareiningar á B-hlutanum voru þetta 548 milljónir í árslok og stærstu eignarhlutinir eru 0,93% eignarhlutur í Orkuveitunni sem bókfærður á 379 milljónir og 1,78% í lánasjóði sveitarfélaga. Frá með árinu 2022 ber sveitarfélaginu, eins og ég sagði áðan, að færa samkvæmt reglugerð 12/2015 samrekstrareininga, byggðasamlög, sameignarfélög og sameignarfyrirtæki og önnur félagaform sem sveitarfélagi ber ótakmarkaða ábyrgð á hlutfallslega inn í reikningsskil sín.
Og með hliðsjón af mikilvægis sjónarmiðum ber sveitarfélaginu að beita ofangreindum reglum á einingar sem hafa veruleg áhrif á reikningsskil sveitarfélagsins. Og við yfirferð okkar þá sem sagt voru það Faxaflóahafnir sem að þurfti að koma inn í ársreikning Borgarbyggðar og niðurstöður okkar eru án athugasemdar. Hérna svo bara langtímakröfurnar, óinnheimtar tekjur og skammtímakröfur. Þarna má sjá af óinnheimtar tekjur voru, ef ég man rétt, 803 milljónir, að þá er niðurfærsla almennra krafna er 22,9 milljónir og óinnheimtara skatttekna 112 milljónir. En þið sjáuð sundurgreiningu á þessu betri skýringu 13. Og þarna eru niðurstöður okkar án athugasemda. Lífeyrisskuldbindingin, hún er uppreiknuð af tryggingastarfræðingi árlega og við metum vinnu hans og hæfi hans til þess að vinna þessa vinnu og kannski svo sem ekkert frekar það að segja. Skuldir við lánastofnanir, þar er bara kannski svona að við könnum hvort að skiptingin sé rétt að næstársafborganir þar sem kemur til greiðslun og næstu 12 mánaða og áfallin vextir þeir séu færðir með skammtímaskulda. Við köllum eftir staðfestingum frá fjármálastofnunum og þar er án athugasemda. Síðan er kannski bara svona önnur mál að það eru dómsmál sem hafa verið í gangi í sveitarfélaginu og við köllum eftir bréfum frá lögfræðingum sem hafa veitt þjónustu til sveitarfélagsins á árinu 2022 og þarna er mál vegna fyrrverandi sveitarstjóra sem að lauk með dómi í landsrétti og Hæstiréttur hafnaði beiðni sveitarfélagsins áfrýjun og það var gengið frá greiðslum í því vegna í janúar 2023. Síðan var starfsmaður sem höfðaði mál á hendi sveitarfélagsins vegna líkamstjóns. Þar liggur fyrir héraðsdómur og þar eru 7,7 milljónir ásamt málskostnaði en þar hefur verið ákveðið að áfrýja niðurstöðu Landsréttar. Og síðan er þarna svona lokum eitt mál sem þetta kemur fram líka í skýringu í ársreikningi að sveitarfélagið eins og ykkur kunnugt rifti leigusamningi eins og við aðra leigutaka sem voru með húsnæði og leigu í Brákarey og félagið hefur sent erindi til sveitarfélagsins þar sem tíundað er tjónið og að það væri rúmar 111 milljónir. Sveitarstjóri og byggðarráð hafa átt viðræði við fulltrúa félagsins en ekki komið niðurstaða varðandi málið ennþá og er mjög ólíklegt að gangi verða kröfum félagsins. Síðan er hér bara fyrirvari skýrsluna og hún er gerð í samræmi við skilmála ráðningarbréfs okkar endurskoðun sem við gerum við sveitarfélagið. Takmörkuð heimild er til dreifingar á skýrslunni og efni skýrslunar byggist eingöngu á aðgerðir sem nauðsynlegar eru við endurskoðun okkar. Það er ekki viðbætur, það er ekkert sem bætir við eða breytir skyldum okkur sem endurskoðanda. Þannig að ég ætla svo sem ekkert að fara dýpra ofan í þetta. Síðan er hér ítarefni. Þetta eru upplýsingar samkvæmt alþjóðlegum endurskoðunarstöðlum sem þar eru ákvæði sem skyldu okkar til að upplýsa ykkur ákveðin málefni og þau eru listuð þannig upp á þessari blaðsíðu og næstu blaðsíðu og það eru þannig tilgreindar blaðsíðurnar þar sem þessi atriði er að finna og hakið að þá er bara ekkert þar sem að þarf að upplýsa neitt sérstaklega Þannig að þetta er bara hér líka. Síðan eru í framhaldinu eru viðaukar og svona lykiltölur og fjárhagsáætlanir og kannski svona bara fyrst að fjárhagsáætlun sveitarfélaga er náttúrulega eitt mikilvægasta stjórntæki þeirra og samkvæmt sveitarstjórnarlögum tekur áætlanagerðin til næstu 4 ára. Sveitarstjórn hefur nú þegar afgreitt áætlun rekstur framkvæmdir og fjármögnun sveitarfélagsins allt til ársins 2026 eins og sveitarstjórnarlög mæla fyrir En það getur náttúrulega verið óhjákvæmilegt að þurfa að gera viðauka við fjárhagsáætlun innan ársins, en það þarf bara að gæta þess að slíkir viðaukar þegar þeir eru samþykktir, að bókanir þeirra séu skýrar og framkomi hvernig að mæta auknum útgjöldum eða öðrum breytingum varða fjárhag sveitarfélagsins.
og samkvæmt samþykktum áætlunum gert ráð fyrir jákvæðri rekstrar niðurstöðu 2023 og 2024 en neikvæðri rekstrar niðurstöðu 2025 og 2026. Hér síðan má sjá þróun rekstrar og veltufjár frá rekstri til ársins 2022 í samanburði við fjárþörf vegna greiðslubyrði lána og fjárfestinga. Og eins og við sjáum þannig þá rekstrarniðurstaðan þarna jákvæð fyrir 2 ár og svo neikvæð fyrir næstu 2 ár og síðan veltufjár frá rekstri, það sjá ég var nú hérna aðeins aðeins búin að punta hérna hjá mér. Já, veltufjár frá rekstri samkvæmt sjóðstreymi uppsafnað 2,3 milljarðar á tímabilinu og afborganir á langtímalánum uppsafnaðar eru 1,2 milljarður. Þannig að uppsafnað greiðsluafgangur þarna 2026 1,1 milljarður. Uppsafnað fjárfesting samkvæmt áætlun þarna 4,4 milljarðar. Uppsöfnuð fjárþörf vegna fjárfestinga og afborganir á langtímalánum 3,3 milljarðar. Uppsöfnuð lántaka 3,8 milljarðar og því uppsafnaður greiðsluafgangur í árslok 2026 eru 484 milljónir fyrirgeði. Síðan koma svo hérna bara í framhaldinu, hérna sem sagt þessu bara samkvæmt sveitarstjórnarlögum og þá ber sveitarstjórn að sjá til þess að rekstri, fjárfestingum og ráðstöfum eigna og sjóða sé þannig hagað á hverjum tíma sveitarfélagi með framtíðar geta sinnt skyldubundnum verkefnum sínum. Og rekstrarjöfnuðin á að vera jákvæður á hverju 3 ára tímabili og eins og áætlun núna þá gert ráð fyrir þarna neikvæðum rekstrarjöfnuði 2026 upp á 10 milljónir. Og kannski bara vekja athygli á því að í tengslu við COVID-19 að þá sveitarstjórnum heimilað að víkja frá þessum skilyrðum jafnvægisreglu og skuldahlutfall á tímabilinu 21 til 25. En Borgarbyggð hefur ekki, þar gert ráð fyrir jákvæðum rekstrarjöfnuði. Síðan hérna framleiðarhlutfallið. Það svo sem kannski ekkert það hækkaði hérna á milli ára en og gert ráð fyrir jákvæðu og hérna bara kringum 8–9% alveg út tímabilið. Skuldahlutfallið, það núna í árslok 2022 var það 97% og það gert ráð fyrir að það hækki fram til ársins 2025 og fari síðan lækkandi og endi í 128%. En það má ekki fara, samkvæmt sveitarstjórnarlögum má það ekki fara, reglugerð þá má það ekki fara yfir 150%. Síðan hérna skuldaviðmiðið, það 43% fyrir samstæðuna í árslok 2022 og það gert ráð fyrir að það hækki og verði í 87% í árslok 2026. Já, þá held ég bara að ég sé búin að ljúka minni yfirferð en reyna að svara ef það einhverjar frekari spurningar. Takk fyrir mig. Já, við þakkum Halldóru Ágústu Pálsdóttur frá KPMG fyrir greinagóða yfirferð á ársreikningi og endurskoðunarskýrslu og forseti gefur orðið laust bæði endurskoðunarskýrsluna og ársreikningin ef það einhverjar spurningar. Kristján, gjörðu svo vel. Forseti, sveitarstjóri og aðrir sveitarstjórnarmenn og aðrir íbúar Borgarbyggðar. Ég ætla að þakka fyrir þessa yfirferð hjá Dóru. Það ánægjulegt að sjá að rekstur sveitarfélagsins sé jákvæður og ánægjulegt að allar áætlanir hafa gengið upp og það ljóst að núverandi meirihluti tók við góðu búi af fyrrverandi meirihluta en eins og í dag það sól í heiði og hitastigið á daginn svona nokkuð gott en frost á nóttu og það kannski lýsir því ástandi sem við erum í dag í samfélaginu
Og það eru hættur sem að við þurfum að varast og það er náttúrulega þessi blessu verðbólga og hann vaxtastig í landinu. En langar, þegar ég reyndi yfir þetta í gær og þá rak ég augun í það og eins og Dóra kom inn á áðan að það er þessi fjárfesting í varalegum rekstrarfjármunum sem að við erum ekki að nýta með áætlunar síðasta ári upp á 170 milljónir. Það finnst mér dapurt að við skilum ekki vera að nota það góða ástand eða fjárhags ástand í sveitarfélaginu að gera góða hluti. Og ég vil benda á að skólalóðin okkar hér við grunnskólan í Borgarbyggð, hún er ókláruð og eins og ungmennaráðið benti á sveitarstjórnarfundi hér í vetur og kom inn á umhverfis- og landbúnaðarnefnd núna daginn, að þá er þetta verkefni sem við þurfum eiginlega að klára. Og þarna finnst mér, nýttir peningar og ónýtt tækifæri sem við ættum að huga að því núna árið 2023 að grípa og klára. Því að í áætlunum sveitarfélagsins næstu 4 ár er gert ráð fyrir 10 milljónum á þessu ári, 11 milljónum 24, 12 milljónum í skólalóðir 12 milljónum 2025 og 13 milljónum 2026. Þetta er samtals 46 milljónir. Og við vitum öll hér inni að þetta mun ekki gera mikið. Þannig að ég velti því fyrir mér eftir ég laðist niður fyrir þetta í gær og hvort við gætum gripið tækifæri núna og klára þessa blessu lóð. Takk. Takk fyrir það, Kristján Magnússon, og orðið er ennþá laust þennan dagskrárlið. Og það eru, sveitarstjóri, gjörðu svo vel, Stefán Broddi Guðjónsson. Komið sæl, ég á fundarstjóri og ég fæ kannski að víkja færa aðeins en ágætt að skjá hérna til hliðar. Allavega. Mér langaði bara örstutt að víkja og takk fyrir þessar góðu ábendingar, Kristján. En kannski bara almennt varðandi svona nýtingu á því fjármagni sem hefur verið eyrnamerkt í fjárfestingu. Og vissulega má það færa til samsvegar að í raun og þær fjárheimildir sem voru til staðar á liðnu ári, þær voru ekki full nýttar í fjárfestingu. Hins vegar skuldir voru dálítið auknar framan á síðast ári og það voru auknar skuldir árum 2021. Ég held að svona eftir á, ef við sjáum hvernig verðbólga hefur þróast og hvernig vextastig hefur þróast, þá er ég allavega dálítið þakklátur fyrir það að við skuldum ekki hafa, kannski ég vont að segja það, við skuldum ekki hafa full nýtt heimildirnar því það hefði einfaldlega þýtt auknar skuldir fyrir okkur. Þannig að það er kannski það sem ég er að segja, er að ég held að skipti bara afar miklu máli, sérstaklega í því árferði sem núna er, að við tímasetjum vel nýtingu á þessum fjárheimildum sem við höfum. Nú í þeim ramma til næstu 4 ára sem hefur settur, þetta er töluvert metnaðfullar fjárfestingar, ráðgerðar og ég held að skipti máli við tímasetjum og hugum að því að það er þá gott að vera ekki búin að auka skuldir og hækka skuldahlutföll í því árferði sem núna er á fjármagnsmörkuðum. En ég tek þessari áskorun hins vegar að við þurfum að nýta fjármunir sérstaklega vel auðvitað sem að þó eru eyrnamerktir í skólalóðir og annað. Takk fyrir það, Stefán Broddi, og orðið er ennþá laust. Það er kannski bara ágætt varðandi skólalóðirnar. Við höfum einmitt átt þetta samtal og fengið þær upplýsingar líka að skólastjórnendur hafa óskað eftir að fá í rauninni að gera svona ákveðna breytingar á því skipulagi sem liggur fyrir á skólalóðunum og ég veit að það er ennþá eftir að fá þær upplýsingar hvað það er sem þau vilja, hvað áherslu það er sem vilja breyta í þessu. Þannig að, en ég get alveg tekið undir það með því að líka Kristján að það væri náttúrulega, það er nauðsynlegt að reyna að klára þessar lóður sem fyrst og helst að við náum að gera það á skemmri tíma heldur en 4 árum. Þannig að,
Ef það er ekki fleiri sem að kveða sér hljóðs og þá ætla forseti að fá að leggja fram hér bókun fyrir hönd fulltrúa Framsóknar sveitarstjórn sem er svo hljóðandi. Borgarbyggð er sveitafélag í sókn. Undanfarið ár hefur íbúum fjölgað hraðar en víðast hvar annars staðar á landinu. Fyrirtækjum í Borgarbyggð gengur vel og atvinnuástand er með besta móti. Fjárhagsstaða sveitafélagsins endurspeglar að í Borgarbyggð eru hlutir komnir á hreyfingu. Vöxtur tekna sveitafélagsins er kraftmikill, framlegð á rekstri eykst og skuldahlutföll lækka. Líklega skiptir þó mestu máli að sjóðstreymi sveitafélagsins styrkist verulega á milli ára. Veltufé frá rekstri árið 2022 var 250 milljónum króna hærra en árið á undan og liðlega 400 milljónum króna hærra en áætlað hafði verið. Í þeirri fjárhæð er leiðrétt fyrir til dæmis áhrifum af breytingu lífeyrisskuldbindinga og verðbótum sem annars lita þróun rekstrarreikninga á milli ára. Það eru sárafá sveitafélag sem á árinu 2022 tókst að skila myndarlegum tekjuafgangi, lækka skuldahlutföll sín og juku sjóðstreymi verulega. Íbúar í Borgarbyggð mega vera stoltir af þessum árangri og forstöðumenn og annað starfsfólk í Borgarbyggð á þakkir skildar fyrir að geta vel af fjármunum sveitafélagsins. Ársreikningur Borgarbyggðar sýnir fjárhagslegt heilbrigði. Fjárhagslegt heilbrigði er forsenda þess að viðhalda góðri þjónustu og byggja upp innviði í sveitafélagi í sókn. Umsvif sveitafélagsins verða hins vegar að haldast í hendur vöxt skatttekna og fjárfestingar þurfa að vera í samræmi við fjárfestingu atvinnulífs og heimila. Uppbygging í Borgarbyggð er rétt að byrja. Íbúar og atvinnulíf sjá tækifæri í sveitafélaginu og Borgarbyggð mun ekki láta sitt eftir liggja í uppbyggingu innviða til að standa undir væntingu þeirra. Fjárfestingaáætlun sveitafélagsins er varfærin fyrir yfirstandandi ár enda óhagstætt að auka skuldir við núverandi aðstæður. Ársreikningur Borgarbyggðar fyrir árið 2022 sýnir hins vegar að Borgarbyggð hefur fulla burði til að ráðast í verulega fjárfestingu á innviðum leið og aðstæður leyfa. Forseti vill þá í rauninni leggja fram þá tillögu sem að byggðaráð kom fram í bókun byggðaráðs frá afgreiðslufundi byggðaráðs nr. 631 og það var samhljóða bókun byggðaráðs og það er kannski ágætt að taka það fram líka að byggðaráð hefur náttúrulega fengið kynningu á þessum ársreikningu og það hafa góður umræður átt sér stað innan byggðaráðs ársreikningi þar sem fulltrúar KPMG hafa komið inn á þar fund til þess að ræða og í framhaldi lagði byggðaráð fram þessa afgreiðslu sem að forseti ætlar ekki að lesa hér alla upp en hún er undir þeirri fundagerð og þá bið ég þá fulltrúa sem samþykkja að vísa ársreikningi Borgarbyggðar fyrir árið 2022 til seinni umræðu í sveitarstjórn að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. Þá er dagskrá fundarins tæmd. Ég þakka Halldóru Ágústu Pálsdóttur endurskoðandi hjá KPMG fyrir sína yfirferð, sveitarstjórnarfulltrúum og starfsmönnum sveitarfélagsins fyrir undirbúning og vinnu við bæði skipulag og aðkomu að ársreikningi fyrir þín dörf og segi þessum fundi slitið. Takk fyrir.